En við skulum tala við Marino Helgason. Hann vann sem afgreiðslumaður í byggingafyrirverslunni Brynju á Laugaveginum í Reykjavík í heil 58 ár, svo hann man tímana tvenna. Hvernig atvikaðist það að þú fékkst hér vinnu? Ég fékk rukkunarstarf hérna fyrir árið 31 gegnum kunningskap náttúrulega, því þá var atvinnuleysi svo vissir geysilegt. Nú og svo atvikaði þetta bara svona, ég hélt áfram. Ja. Ég nefndi aldrei að læra nýtt og svona, svo hélt bara áfram í þessu. Hvernig verslun, hvaða hlutverki gegndi verslun eins og Brynjan á þessum árum? Hún gegndi miklu hlutverki. Hún hafði góðar vörur og ágæti starfsfólk og sem hafði vöruþekkingu og gat leiðbeint kúnnarum og sagt honum alveg eins og var, sko, löst og kost á hlutunum, sko. Og það hafði mikið að segja, sko. Hingað komu þá iðnaðarmenn og... Hingað komu iðnaðarmenn, sko, maður þekkti alla trésmiði og húsgagnasmiði í Bæjarís og eiginlega flesta iðnaðarmenn, sko, þeir voru ekki fleiri en það, sko. Þeir komu hingað, þeir treyst á verslunina. Það voru náttúrulega meiri umsvif hér á Laugaveginum þegar þetta var. Já. Ég náttúrulega fólksfjöldin enginn eins og nú var orðið, sko. En það var saman, Laugavegurinn var lífæðin, veistu það ekki? Þetta voru lífæðarnir, sko. Það var ekkert fólk á Hverfisgötunni eða Grettisgötunni. Þú lítur að hafa séð ótrúlega breytingar hér á Laugaveginum. Ég er nú hræddur um það. Og margt af þetta bóta sumt ekki. Já, þetta var iðandi mannlíf eins og það er enn. Það er það þá. Er það eins? Það er að reyna að pína upp þessar markaði. Maður má vist ekki nefna í nöfnin, en pína upp þessar stórmarkaði, sko, og auglýsa. Laugavegurinn heldur sínu. Já. Saknar þú samt einhvers úr götulífinu svona hér? Og já, ég sakna margs persónleikans. Þessi gömlu stór höfðingjar sem hér voru, sko, iðnaðarmenn, þetta er horfið. Og nú er eiginlega allir eins, gallabuxum og finnir í. Þetta er allt eins. Það er það sem ég sakna einna mest, sko. Þið afgreiddu hér yfir stórt búðaborð náttúrulega? Já, hér var lokað búðaborð. Eitt með þeim síðasta í bænum. Fyrir utan einu þetta fiskbúðir. Já. Hvað ungir verslunarmenn í dag, hvaða eiginleikum eiga þeir að vera gæddir? Þeir þurfa að hafa vöruþekkingu og kunna almenna kurteisi og lipurð við fólkið og reyna að blanda geðir svolítið við það, sko. Það er það sem er að hverfa úr verslanabransanum. Að taka kúnna svolítið rabbi. Þetta þekkist ekki að þau. Það er bara að vaska út, taka þarna við sjálfsölu og koma kassan út. Þetta þekktist ekki á þau fyrir mig.